Líkt og margar aðrar íþróttir þá listhlaup á skautum komið á fullt skrið þennan veturinn. Starf listhlaupadeildar Skautafélags Akureyrar öflugt og eru fjölmargir iðkendur sem reyma á sig skautana á hverju hausti. Nú helgina einn af hápunktum ársins þegar stórt bikarmót í listhlaupi verður haldið á Akureyri og fjölmargir skautarar leggja leið sína norður. Við kíktum í skautahöllina og forvitnuðumst aðeins mótið sem á listhlaupa íþróttina almennt sem svo margir kannast við en kannski færri skilja til hlítar. Þetta ISS-mót, það skautasambandsmót, annað móti núna á þessu tímabili og það koma hérna 20 stelpur frá okkur sem eru að fara að keppa, A og B stelpur og svo má nú segja að það sé að koma í allavega 20 stelpur á hvoru félaginu í Reykjavík. Þetta eru náttúrulega margir flokkar sem eru að keppa, þannig að það eru hérna margir byggarar sem eru afhentir á þessum degi, þessum dögum, þetta laugardagurinn og sunnudagurinn, ferði þetta. En svo eru þær náttúrulega að safna sér inn náttúrulega stigum, það er sem sagt afrekshópurinn sem er nú kannski þessi fyrsti hópur, að hann er að safna sér inn stigum, fær stig fyrir að taka þátt í móti. Þær eru að safna í sarpinn og nota þessi mót til þess að bæta í stigafjöldan. Já. Listhlaup á skautum hefur verið stundað á Akureyri áratuga skeið. Íþróttin hefur þó vaxið á síðustu árum og framfarið verið miklar. Ég sjálf byrjaði 1999 á útisvelli og þetta er búið að vaxa gríðarlega mikið. Stelpurnar okkar fara erlendis, þessar sem eru í elstu flokkunum og náttúrulega í A-keppnis ásamt B-hópum. Þannig að það er alltaf að koma eitthvað skemmtilegt í reynslubankann og náttúrulega það er að ná svolítið miklum framförum. Hvað snýst þetta nú? Veit ég að margir þekkja þessa íþrótt, svona að sjá hana. Mér er ekkert sem að margir kannski þekki eins og reglurnar. Hvað snýst þetta? Í hverju er verið að keppa í rauninni? Fyrst og fremst skiptir máli að hafa gaman og setja sig í einhvers konar svona karakter, túlka við tónlist, stökkva, hátt, skauta hratt og þetta náttúrulega bara lífsstíll og bara að þekkja tónlist og svona. Þetta er kannski bæði svona tjáning og listform en líka auðvitað afreksíþrótt. Algjörlega. Það er náttúrulega til þess að vera afreks þá þarf maður að vera svolítið góður í framkomu og að geta túlka tónlistina eða söguna sem er á bakvið tónlistarvali hjá hverjum og einum og svo setur eiginlega hver og einn sér svona raunhæf markmið til þess að ná hærri stigum á stökkin og pírúettur. Nú er þetta svona mestmegnis stelpur, það er ekki rétt hjá mér. Hvernig stendur þú því? Er þetta ekki fyrir stráka? Ég held að strákar séu bara feimnir. Það væri rosalega gaman að fá fleiri stráka af því að þeir eru nú svolítið kröftugir og stökkva hátt og við erum með nokkra í byrjendahóp en það gengur eitthvað illa að halda í þá. Ég veit ekki hvað það gæti verið en ég hvet alla stráka til þess að koma og pröfa hvort sem að það er grunnur fyrir aðra íþrótt, íshokki, snjóbretti, hvað sem er að því að við förum náttúrulega í byrjendahópum þá reynum við að leggja áherslu á viðbrögð og að vera fljótur, kraft, snerpu. Og iðkendur listhlaups, þeir eru á ýmsum aldri. Við erum með eina litla stúlku hérna aftan við okkur, ég held hún sé nú að fara inn á núna í skautaskólanum en hún byrjaði bara nokkra mánaða, hún var farin að stíga í lappirnar almennilega og hún er 4 ára í dag, þannig að það er í rauninni allur aldur og við svona höfum svolítið verið að stíla upp á skautaskólan að það sé 3 til 5 ára í svona skautastund, það er svona kynning á íþróttinni sem eru kannski 4 vikur eitthvað svoleiðis og síðan er það skautaskóli sem eru 5 vikur og svo 15 vikur, fólk getur kannski aðeins svona til þess að kynnast íþróttinni, að valið það, hvernig þeir vilja hafa þetta og það er í rauninni allur aldur. Sem af krökkum sem getur komið en því fyrr því betra því að þú ert kannski búin að velja kannski aðra íþrótt sem að þú vilt ekki sleppa. Hversu langt eru íslenskir iðkendur komnir samanborið við önnur lönd? Það vantar smá upp á okkur hér og ég tel að náttúrulega það er töluvert langt skólakerfi hérna hjá okkur langt yfir daginn þannig að kannski gerir frekar úlingum erfiðara fyrir að stunda svona afreksþjálfun en ég tel þær vera að gera mjög vel og við höfum verið að senda skautara erlendis á mót og þær hafa yfirleitt komna heim með
góðar einkanir og ánægðir með sinn árangur. Mótið helgina, hvernig svona skipulagið? Skipulag þannig að það byrjar hér eldsnemma að morgni bara, 7:30 held ég að sé og þá eru nú hérna yngri keppendur okkar B-keppendur sem að byrja og það við eigum nú nokkra keppendur þar. Þetta verður bara mjög skemmtilegt mót, þetta eru skemmtilegi dansar og stelpurnar eru búin að leggja svona sig í líma við að skila góðum árangri og sína flotta dansa. Og síðan eru við sjálfsagt til svona 3-4 á laugardeginum og síðan byrjum við aftur á sunnudeginum klukkan 7:30 aftur og eru fram að hádegi að keppa. Þetta er bara mjög skemmtilegt. Þið viljið hvetja alla til að koma, kostar eitthvað inn? Nei, kostar ekkert inn. Allir velkomnir. Allir velkomnir.